Ásatíð Sandgerðisskóla 2014. Nei. Það var 2014 þegar byrjuðu skólum. Takk fyrir að hafa verið með okkur í þessi 10 ár. Kæri Aðal. Verið velkomin á ásatíðina. Núna rétt áðan það vorum við að borða með árgangnum, þessum prúða og fína árgangi. En það er svo margir eru búin að leggja hönd á plóg til að þetta verði sem flottast og það voru mikið að æfingum og bara frábært að taka þátt í þessu með ykkur krakkar. En ég ætla að biðja ykkur um að klappa fyrir árgangnum núna. Bara byrjum það. Það er bara einni ásatíð þar sem er aðal og það er núna, en kæru foreldrar, nemendur og aðri góðir gestir. Það eru ýmis verkefni hjá árgöngunum og ég ætla bara að leyfa kynnunum að kynna það. Það er hefð fyrir því að kynnarnir koma úr 9. bekk og í kvöld eru það Alexandra og Katrín Lilja. Ég ætla að bjóða þær velkomnar upp á svið og ég set ásatíðina núna. Gjörið svo vel. Sæl öll, ég heiti Alexandra og ég heiti Katrín og við verðum kynnarnir hér í kvöld. Það verður margt skemmtilegt á dagskrá hérna í kvöld en 7. bekkurinn ætlar að byrja kvöldið með myndbandi og dansatriði. Næst kemur 8. bekkurinn með dansatriði. Á eftir 8. bekknum fáum við að heyra söng frá þeim Guðjóni og Oddný og svo mun 9. bekkurinn taka okkur í smá dansferðalag. Því næst kemur atriði starfsmanna þar sem boðið verður upp á rosalegt atrið. Svo líka 10. bekkurinn skemmtidagsskráni með æðislegt atrið. Sjöundi bekkurinn sáum við formdrykkinn og að taka á móti gestum. Gefum við gott klapp fyrir það. 8. bekkurinn sáum þessar glæsilegu skrýtningar. Gefum þeim gott. Og þá er komið að fyrsta atriðinu frá 7. bekk. Gjörið svo vel. I am him. Hver er sætasti starfsmaður í skólanum? Syndilas. Ok, hvaða starfsmaður í skólanum prumpar mest? Ég vona allir, af því að vontar með svona klubbstíma. Ok.
Ok, Rakel, hver sætasti kennarinn í skólanum? Það er segið kall. Já. Eða bara hann. Ég get ekki sagt það. Jú. Nei. Ég get ekki svarað það. Ok, þetta var fyndið. Já. Ok, hver er sætasti strákakennarinn í skólanum? Einar Púki. Ok, hvað segirðu að Ingvar sagði að þú er sætasti kennarinn í skólanum? Hann er svo góð með. Hver er sætasti stelpu starfsmaður? Stelpu starfsmaður. Bara Guggar. Ok, hvað segir þú að Sindri sagði að þú væri sætasti stelpukennarinn í skólanum? Stelpukennar. Hvað segir ég það? Já. Hvað er? Ok, hver er sætasti strákakennarinn í skólanum? Eru margir mann. Bara sætasti strákakennari. Bara allir. Ok, hver er sætasti starfsmaðurinn í skólanum? Ég. Hvort myndirðu rækja sköldlátt en að hætta vinna í skólanum? Ég vil ekki vilja skölda. Jú, ég get alltaf með hafðið. Ég dræði með skölda. Nei. Hver er sætasti starfsmaðurinn í skólanum? Ok, hvað segir þú að Telma sagði að þú væri sætasti starfsmaðurinn í skólanum? Er það ekki bara? Ok, hvað starfsmaður í skólanum hrubbar mest af öllum starfsmönnum? Það er teymisfélag, Íris. Ok, hver er sætasti starfsmaðurinn í skólanum? Mamma mín. Hver er sætasti starfsmaðurinn í skólanum? Hvaða bekk er skemmtilegasti bekkurinn? Sviði. Kings and dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. You, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. Yeah, throw my hands up in the air sometimes. Say it echo, got an echo. I wanna celebrate and live my life. Say it echo, baby let's go. 'Cause we gon' rock this club. We gon' go all night. We gon' light it up like it's dynamite.
og ég segi eitt skemmtilegan brandara Herbert Guðmundsson. Já, komdu með hann. Ok, af hverju er alltaf allt í drasli heima hjá Herberti Guðmunds? Af hverju? Af því að hann getur ekki gengið frá. Þessi var mjög góður. Ég kann líka. Veistu hver talar í svefni annarra? Nei, hver? Jú, auðvitað kennararnir. Hvað segir Katrín? Finnst þér ekki svolítið kalt en inni? Nei, en ef þér er kalt þá getur þú farið út á horn. Það er alveg steikjandi hiti. Alveg 90 gráður. En þá höldum við áfram með dagskrána. Næst er komið að 8. bekknum. Gjörðu svo vel.
einn stuttan og skemmtilegan brandara og það ein regla. Hann Sindri er búinn að reyna að safna mottu og hún finnst hún frábær, þó flestir séu ekki sama máli. Þannig ef þér finnst brandarinn frábær, þá segir þú, vá, þessi var miklu betri en mottan hans Sindra. Og ef þér finnst hann slakur, þá segir þú, vá, þessi var jafn slæmur en mottan hans Sindra. Einu sinni var pabbi að þvoa bílinn með syni sínum. Svo ákveðu þeir að stoppa í smá og þá spyr sonurinn, pabbi, getum við notað svampa? Þessi að verða að mottan hans Sindra. Ég líka með einn og það getur þeirra saman. Jæja, það komið smá pressa en hér kemur brandarinn. Ég lenti í ráni daginn, svo vinkona mín sagði mér að ganga með hníf á mér og það gerði ég. Núna ganga ránin mikið betur. Já, þessi var bara jafn góður en á mottan hans Sindra. Hvorki slæmur né góður. Eigum við ekki bara að kynna okkur skemmtilegin. Nú ætla þátttakendur í söngvakeppni Kragans að syngja. En Guðjón Þorgils og Oddný Soffía, nemendur í 10. bekk, tóku þátt fyrir okkar hönd á vegum Skýjaborgar. Guðjón ætlar að syngja lagið My Way með Frank Sinatra og í kjölfarið ætlar Oddný að syngja lagið Valentine eftir Laufey. Gjörðu svo vel. Ég ætla að vera með síma með mér svo ekki mókast. So I face the final curtain. You ran safely, stayed in my case. For which you're certain I live all life is full. I travel each and every highway and more, much more than this. I live my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exception. And then each started course along with my way and more, much more than this. I live my yes, there were times I'm sure you knew when I did more than I could chew. But through it all, when it was time, I ate it up and spit out. I faced it all and liced it all and did it my own way. I've loved, I've cried, I've had my fear, my share of losing, and now
for years and years. Now I have it, and damn it, it's kind of weird. He tells me I'm pretty, don't know how to respond. I tell him that he's pretty too. Can I say that I don't have a clue? With every passing moment, I surprise myself. I'm scared of flies, I'm scared of guys. Someone please help, 'cause I think I've fallen in love this time. I pretend suddenly I had a Valentine. What if he's the only one I'll ever miss? Maybe I should run, I'm only 21. I don't even know who I want to become. I've lost all control of my heartbeat now. Caught in a romance with him somehow. I still feel a shock through every bone when I hear an I love you, 'cause now I've got someone to lose. The first one to ever like me back. I'm seconds away from a heart attack. How the hell did I fall in love this time? And honestly, I can't believe I get to call you mine. I pretend suddenly I had a Valentine. Vá, hversu flott hjá þeim. Nú er komið að atriði 9. bekkjar og ætla þau að dansa fyrir okkur með smá auglýsingu inn á milli. Gjörðu svo vel!
Katrín, má ég pröfa að rissa þig upp? Áður en ég pröfaði að strákana. Fyrirgeðu, varstu að tala við mig? Svo segir hann, nei. Og svo segir ég, nú, ok, en þú mátt byrja því núna. Hefur alltaf verið svona fallegur eða þurftir að vinna lengi á því? Er heittin einn eða er það bara þú? Hæ, ég heiti Björn. Samkvæmt nýjustu rannsóknum er ég mjög góð fyrir þig. Já, Alexandra, gangi ekki vel með þessa. Munum vonandi skila einhverjum árangri, en ef ég á að vera hreinskilin, þá efast ég það. Ég er hins vegar meira fyrir stutta brandara, má ég segja þér nokkuð? Fyrsti brandarinn er svona. Hvað heitir leðurjakki sem flýr að heiman? Hvað? Strókleður? Ég kann líka þig. Einu sinni voru 3 ljóskur að fara á bað. Þær pöntuðu 3 skot til að skála með. Þær skála og segja eitthvað hátt 41 dagur. Þær pöntuðu sér annað skot og skálaði aftur. Barþjóninn hafði heyrt þetta í bæði skiptin og var dálítið forvitin og spurði þær af hverju 41 dagur. En ljóskan svaraði skot. Við vorum að púsla og við klárum púslið á 41 degi en samt stóð á kassanum 4 til 6 ár. Næst kynnum við til leiks atriði starfsmanna. Þegar atriði þeirra er lokið, gerir tíðubekkur sig klukkur. Gerið svo vel.
hvað segir við appelsínu sem dettur í sjóinn? Fljót, skiptu þér í báta. Veistu af hverju mammútar dóu út? Það voru engin pappútar. Hvað heitir ævisagan hans Herberts Guðmundssonar? Herbalife. Það verður komið að lokaatriðinu hér í kvöld og það eru auðvitað snillingarnir í 10. bekk. Gefið þeim gott klapp. Það var 17 myndir sem vilja velja svo eina kók.
Svenni. Það sé glugganum. Það var að skrifa þetta fyrir. Var það frá klósinu? Örn ætti fylla brúsa. Hvað er líkt það? Það verður bara að greiða þér á því. Ég kem að hjálpa þér fyrir. Ég ætla að stöða þér peysu hérna. Ég vantar þér með aðstoð. Þessi? Nei, hvað er það? Vola! Ég sé þetta. Það er ekki nýtt hérna inni. Jæja, krakkar. Hæ, krakkar, við erum velkomin til fyrsta heimilisvættíman. Ég heiti Helga og við ætlum að spila brauð í dag. Hæ, krakkar, ég er nýja heimilisfræðikennari og ég heiti Hildur og við ætlum að skera ávöxtinn. Hæ, ég heiti Veru og ég er heimilisfræðikennari og við ostafastar. Ég er Almey og ég er nýja heimilisfræðikennari og í dag ætlum við að vera barnið. Hæ, ég heiti Alma og ég er nýja heimilisfræðikennari og það er hjálpsvið. Hæ, ég heiti Elsa og ég er nýja heimilisfræðikennari og við erum að fara að baka súkkulaði. Ég var að segja það. Ok, krakkar, í dag erum við að fara í þriðja kafla. En þannig sem við erum búin að vera. Er þið alltaf lægir? Jú, ég var bara að koma að byrja með allt og mikið fíkvarskjönd. Hej, krakkar. Hvað er að gera? Það er fræ.
Strákur, við veitum ekki hvað að gera. Hilma! Nú kom ég! Skipur í jóinu! Góðan daginn! Hvernig meira? Góðan daginn, dúskunum mínir. Það skal ekki sjálfspróf og þið vitið það að fræðast. Góðan daginn, Guðja. Okei, krakkar, það komið yfir. Var vatn? Nei, krakkar, við vinnum verkefni á blaðsíðu 40-60 í vinnubókina og glós á blaðsíðu 76 til 77. En það eru bara 5 mínútur eftir. Góðan daginn, það var handafur. Ég
enn einu brandaranum. Hvað kallar ost sem týndur? Lost. Veistu hvað íþrótt Jesú var ótrúlega góður í? Crossfit. Af hverju eru risaeðlur ekki góð gæludýr? Af því að þær eru dauðar. Hvað sagði harðfiskurinn við hinn harðfiskinn? Long time no see. Jæja, nú fyrir fram rósaafhending og ætla Benjamin, Lárus, Oddný, Ólafía og Teresa að afhenda rósir. Við ætlum að hafa þetta þannig að við lesum upp eitt nafn í einu og þá koma tíðarverðingar upp á svið og þá afhenda rós. Alexander Ísak. Amin Halldór. Maníta Rut. Aron Ingi. Ásdís Alma. Ásmar Láratana Tæbún. Og þetta var grand reveal tonight. Einar Bergur. Elisabeth Victoria. Emilia Ósk.
Erits Snædís. Gabriela. Guðjón Þorgils. Guðmundur Óskar. Gunnar Karl. Gunnlaugur Yngvi. Hanna Karítas. Jakub. Jónína Kristín. Kalma. Katrín Ýr. Margrét Lilja. Nadia. Oddný Sofía. Olgeir Aron. Ólafur Pétur. Rúnar Helgi. Sara Dís. Sebastian. San Maria. Sigurður Ingi. Sigurlaug Unnur. Sædís Ósk. Tristan Breki.
hlutina gegnum árin. Vonandi eigið frábært kvöld. Gangi ykkur vel í öllu sem takið ykkur fyrir hendur.